Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru góðir félagar mínir María Lilja, ekki Margrét Lilja. Nei, ekki Margrét Lilja. Sæl blessuð. Hæ. Og Sigurjón Magnús. Já, komið sæl. Ef ekki bara vera svolítið hnittinn og reyna að vera fyndin, förum svona yfir sumar af helstu fréttum dagsins, að það er komið helgi og svona. Það er ekki allar hlægilega. Nei, en það er samt að hlæja að óhlægilegum fréttum. Já. Er það ekki? Jú, Má er það ekki alveg? Alltaf finna. Hvar viljum við byrja? Það er dæmis með að segja hérna, hver þarf óvinni þegar maður á vini. Það er þetta með snjóruningstækið frá Vegagerðinni sem eyðilagði hellinga bílum eða stór skaðaði í gær þegar var verið að ryðja snjónum burt. Já, við erum stór fyrir götuna. Nei, sko bara bílarnir sem að snjóruðningstæki mætti, þeir fengu bara svo mikið yfir sig. Sumir segja að það hefur farið of hratt þetta snjóruðningstæki en Vegagerðin ber það tilbaka, en allavega það skemmast sko bæði body og brotna framrúður og ég veit ekki hvað og svona mér finnst þetta bara pínu komískt fyrir geði hvað ég er illa innrættaður. Brotnir speglar og það reyndar skapaðist þarna mikil hætta. Það eru ykkur sem að svona hafnaðinnar út af og talaðum að hafa lent á hvítum vegg bara þegar hann kom á móti. Sko þegar björgunarliðið hegða sér svona það er örugglega ekki með vilja gert. Nei, ég átti mig nú vel á því. Hann er á vilja sjokki þessi sem að gera þetta. Já, þetta er eflaust harmleikur. Sendum honum bestu guður. Og ekkert fyndið að hafa það í flimtingum, mér finnst það pínulítið fyndið. Svo er það annað sem er kannski pínufyndið en þó ekki. Það er hérna tilsvör Helga Jenssonar, lögreglustjóra á Vestfjörðum, sem fór á Þorrablót og gerði nú ekki gott mót á þessu Þorrablóti. Það var bara sauðdrukkinn og með dólg. Veistu að hann var sauðdrukkinn? Já, það er það sem að fólk á internetinu segir. Það segir hann hafi verið sauðdrukkinn. Já, hérna. En ég hef svo sem ekkert fyrir mér annað heldur en að fólkið á internetinu segir hann hafi verið sauðdrukkinn. Það er allir konar 2 kærur til þessar eftirlitsnefndar hérna með lögreglunni. Já, þetta mál fjallar ummæli hans að hvort hann hafi í krafti embættisins veifað ein stöðu sem einhvers konar kylfu og svo er líka eitthvað rætt kynferðislega áreitni, hvort hún hafi verið fyrir hendi. En sjálfur segir hann að þetta sé tilkomið að því að hann hafi dansað asnalega og svo segir hann að hann hafi ekki slegið til höndunum það sem að veldur hver asnalega dansaði eins og enginn segja horfa. Og svo segir hann að hann hafi ekkert verið í vinnunni. Hann hafi bara verið að skemmta sér og það vekur nú upp gamla góða spurningu það hvort opinber embættismaður eins og lögreglustjórinn í heilum landsfjórðungi getur nokkru sinni sagt að hann sé bara að skemmta sér. Ætla hann taki nú ekki ábyrgðin og embætti með sér hver sem hann fer. En er ekki ráðuneytið farið að byrja að skoða þetta? Ég skilst það líka, dómsmálaráðuneytið Ég skrifaði einu sinni frétt 2 lögregluþjóna í ákveðnu byggðarlagi. Það voru 2 löggur í það sko og þeir voru báði tekni fyrir heimaslátrun. Já, ég man eftir þeirri frétt. Það var gaman að skrifa hana. Já, ég get vel. Ég fann hérna gamla frétt þennan sama mann, lögreglustjóran. Helgi hefur oft komið við sögu fjölmiðla. Akkurat, og það er nú hérna ritstjóri samstöðurinnar sem ber ábyrgð á þessu ritstjórn DVF á þessu tíma, þetta 96 minnum mig, 97 DVF. Það er hérna sagt frá því að lögreglu yfirvald fleygði fötluðum út á götu. Síðustu fulltrúin á Egilsstöðum er enn í starfi þrátt fyrir endurtekin ofbeldisverk og önnur lögbrot. Þannig að þetta er nú ekkert í fyrsta skipti sem þessi maður eins og þið segið kemur við sögu fjölmiðla vegna hegðunar vanda eða eitthvað skona reiði vandamála eða bara hvað hann dansar illa. Svo skrifaði hann mjög reiðilega Facebook-færslu árið þegar hann var komin vestur í nafni lögreglunar á Vestfjörðum þar sem hann djöflaðist á fjölmiðlum alveg vinstri hægri og það var tengt kæru frá Matvælastofnun vegna atvik sem var þegar laxar sluppu úr fiskeldisstöð Patreksfirði
og þegar kom sem sagt staðfesting frá ríkissaksóknara á ákvörðun sem Helgi hefði tekið, þá notaði hann Facebook síðuna til þess að hjóla rosalega í fjölmiðla sem höfðu einhvern veginn fjallaði einhvern veginn með þetta mál og þannig að við getum kallað hann óhefðbundinn embættismann í öllu falli. Sem betur fyrir ekki margir svona. Nei, en það ótrúlegt hvernig mega embættismenn dansa? Já, góð spurning, ég finnst þetta hvað svona sem við ættum að leggja af stað með út í helgina og svona finna svarið við á mánudaginn, koma með svarið hvernig mega embættismenn dansa? Allavega ekki innan klæða og öðrum. Nei. Nú það aðeins leiðilegra að sjá verðbólgumælingu dagsins sem segir okkur það að hagstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að virka og þannig að kenna matvöruhækkunum og ýmsu öðru maður hefur svona haft þessa tilfinningu. Þetta helsta kosningamál og kyrslumál Samfylkingarinnar að ná niður verðbólgu og ná vöxtum niður. Það ekki ganga mjög vel, það verður að segjast alveg svo og það eru bara þokkalega líkur á því að Seðlabankinn hækki vexti næst, stýrivexti. Þá bara flýtjum við má bara Seðlabankinn eiga þetta drastlið, við nennum þessu ekki lengur. Daginn sem ég keypti fyrst íbúðina mína, þá kom verðtryggingin. Ég er búin að druslast með þetta í 50 ár. Ég bara nenni þessu ekki lengur. Nei. Það var ekki til stjórnmálamenn til að leyfa okkur að lifa bara eins og fólk í öðrum löndum. Það bara nenni þessu ekki. Ég held að mælir fyrir hönd margra þarna, segir Jón Magnús. Þetta bara alveg gera ómögulegt. Þannig að við bara förum aftur, hringjum í Hörð Torfa, förum aftur á Austurvöll ef að hækka á vöxtinu. Þeir eru svona tínast til tilefnin til mótmæla. Fólk auðvitað líka mjög ósátt við svona forgangsröðun stjórnvalda sem að hefur verið að gera sér dælt við Evrópusambandið svona og á kannski svona að manni finnist aðeins og með meiri og svona þyngri hætti heldur en að tala þeir hérna heima. Ég talaði við mann í gær sem að sagði mig frá því að erlendir fjölmiðlar hringdu mikið í hann til þess að spyrja hann út í ESB aðild Íslendinga en það vegna þess að ESB umræðan sé hreinlega komin lengra á veg allstaðar í kringum okkur Ísland heldur en á sjálfu Íslandi og það einfaldlega vegna þess að það er engin svör. Ég vil fá kjósum hvort að ég halda áfram aðildarviðræðum og þá segi ég já. Ég eins og heyrði á þann, ég þreyttur á þessu. Bara leiður á þessu. Það stór frétt sem að heimildin greindi fyrst frá í gær eftir Guardian þar sem kemur fram í viðtali í Pólandi við Kristrúnu í gær að það sé bara næstu mánuðum sem að þetta þjóðaratkvæði væntanlega fari fram. Við heldum nú kannski ekki að það yrði svo stutt í það en það ekki til neina bíða. Talan ef við hækkum vextina og bara þetta ekki hækkar. Við getum ekki látið fara svona með okkur. Og svo er það auðvitað stríðsrekstur eða fjárútlát til stríðsrekstrar, vopnakaup og annað. Þannig að ég segi það við og hér með þá bara boðum við fólk að bara og biðjum það hreinlega að safna saman og mótmæla hreinlega. Þetta gengur ekkert svo. Það ekki endalaust hægt að beygja bakið okkur meira. Og þess að kemur bara það brotnar og þetta ég þóli með mín algjörlega þróttum, það ekki fyrir mig persónulega, það ekki stóra málið en svo það samt, heilu stjórnmálaflokkarnir sem að vaða eld og brennistinn til að koma í veg fyrir að ellilaun og örorkulaun hækki einhver ögn þetta alveg ævintýralegt. Það snýr margt á haus. Já, og fyrir nokkrum ára síðan þá var ég að spila golf með eldri manni og hann tölum mikið saman eins og oft gerir svo sagði hann einu sinni ekki datt mér í hug að ég myndi enda sér fátækt gamalmenni alla tí borgaði lífi svo alltaf unnið, aldrei vantaði vinnu svo bara game over og þá það bara
Þetta er ekki þolandi, sko. Herðu, en nýr formaður Framsóknarflokksins, hún nú með deilir þessum áhugjum. Hún með innkoma. Já, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hún óskaði eftir fundi með forsætisráðherra til að fara yfir alvarlega stöðu í íslenskum efnahagsmálum. Það er gott hjá henni. Já. Utan þings en þetta er bara fyrsta píp sem heyrist frá Framsóknarflokknum í marga mánuði ef ekki ár. Hún er menntuð í forsætisráðherra, fjármálaráðherra. Hún er hagfræðingur og meira til, ég maður ekki í svipinn. Og hún er líka í Kóru, Bandaríkjunum. Þetta er bara, hún er hérna menntuð í forsætisráðherra. Já, hún sýnir með þessu líka, nýbúið kjósuna sem formann Framsóknarflokksins, að sko helsti veikleiki hennar meintur að sitja utan þings. Hann kemur ekki í veg fyrir að hún láti þessari kveða með þessum hætti sem hún er að gera núna. Hún sagði það við, hún var hérna á sundag. Ég veit það. Já, hún sagði það bara. Alveg svo en þingi þá bara. Hún bara strax byrjuð að sína. Já, býðið bara saman. Nei, ég alveg að tala. Hún bara harða ákveðin. Heyrðu, ég er svo heitt í hans. Já, átti þetta ekki að vera gaman. Jú, en við bara, ég er samt hlusta á allt sem þú segir að mikill athygli og mér líður bara mjög svipað. Já, ég held að það sé, við séum stundu verðum að bara allir í þessari stöðu. Þetta er alveg bara algjörlega óþolandi, sko. Já, ég er bara algjörlega sammála þér. Heyrðu, en hérna eigum þá að víkja að efni dagsins, það er nú bara fjölbreyttur pakki framöndan hjá okkur. Já. Við endum þáttinn á lífsorku í þínu boði, María Lilja. Heyrðu, já, ég fæ hérna til mín góðan gest, hann Þorvald Inga Jónsson. Hann er svona sérfræðingur í Qigong. Hvað er það, getið þið spurt? Já, ég veit það. Já, svona kínversk leikfimi. Gunnar gamli leikari, var hann ekki... Það var einmitt meistarinn hans. Var hann í þessu? Já. Og Bjarnason var alltaf með honum. Akkurat, og þeir skrifuðu sama bók um þetta. En hann ætlar svona þess að fara yfir það hvað væri nú bara svona ídealt í samfélagi þar sem við erum með mitt svolítið svona bóginn og þreytt og kvíðin bara bugur að svona jarðtengja okkur stundum og hann gerir hér í lókþáttarins svona nokkrar æfingar sem að svona hjálpa hlustundum og áhörfundum að svona ná tökum á sjálfinu. En æfingar, þú segir að hjálpi líka hlustendum, er það ekki aðal áhörfundum? Já, hlustendum, hann gerir þetta allt Er hljóð líka og og segir í beinni hvað hann er að gera. Já. Þannig að hlustendur fær líka sitt. Já, það er allir með. Og það þarf ekki tæki og tól, en bara stótlar alveg nóg. Já, bara hægt að sitja. Og bara á meðan maður hlustar í bílnum nema maður kannski ekki mælt með því að maður sé mikið að tegur höndunum þá. Þetta ekki verið leikvimi. Þetta leiðir hugan að þeirri spurningu, hafið þið einhvern tíma gert morgunleikvimi með Rás 1 á mótnana? Þú hefur gert það? Já, ekki ofta ég gert það. Ég vann á Elliheimili og hef oft unnið á Elliheimili gegnum tíðina og þar hef ég gert þessar æfingar. Já. Til mikilvæg fyrir mér. Nei, en ég er alltaf á leiðinni þá. Já, ég segja saman, ég er alltaf, þetta er einfalt, maður bóðið upp á þetta, þetta er 10-15 mínútur og bara, ég er bara allir að nýta sér þetta. Já. Eða þið getið hlustað á Þorvald. Já, spennó. Síðan, þú ert nú afkastað mikil þennan daginn, þú sem og alla daga náttúrulega, við erum náttúrulega bara reynum að láta hendur standa fram úr ermum. Þú ræði líka við fulltrúa Vináttufélags Íslands og Kúbu. Já, Eyjólfur B. Eyvindsson og Gylfi Páll Hersir, þeir koma og ræða ástand á Kúbu. Sem er svakaleg. Já, það eru auðvitað... Þetta gleymið alveg svo gasa, við tölum aldrei gasa núna. Ég tala gasa hverjum degi. Nei, það er fyrir ekki. Ég bara fjölmiðlum, íslenskum fjölmiðlum, þá er bara gleymt. Akkurat, og við komum svolítið inn á það. Gasa er alveg bara hætt að vera umfjöllunarefni hér. Já, það er bara erfitt að finna
nýja frétt af málefnum Palestínu eða Suður-Ameríku, Suður- og Mið-Ameríku og og Íran í íslensku fjölmiðlum. Þannig að þeir bara koma allavega Eyjólfur B. Eyvindsson og Gylfi Páll Hersir og þeir ætla að segja ykkur fréttir frá Kúbu og svona fara svolítið yfir söguna og afleiðingar efnahagsþvinganna og svo stöðuna núna. Áhugavert. Og Sigurjón Magnús, þú ætlar að ræða við íþróttafréttamann, ekki? Jú, herðu, íþróttaþátturinn Bekkurinn með Sigurjóni. Já. Nei, ég fæ Hörð Magnússon til mín. Hörður náttúrulega ekki bara landsættur fyrir að lýsa fótboltaleikjum og ekki bara það. Hann var líka mjög góður knattspyrnumaður. Og hann til dæmis var það markakóngur 3 ár í röð. Með FH? Já, hann fór 1 ár í Val en það gekk ekkert vel, hann mittist Nei, hann mikill erfæðingur og hann var líka í handbolta hann þurfti að velja á milli íþróttagreina. Já, einn af þeim, Nei, hann íþróttamaður bara líf og sál og skemmtilegu maður eins og var málkunnur pappans líka Magnús Ólasinni. Varstu að ræða með hann persónulega eða eru það að ræða íþróttir? Já, bara íþróttir og hann útgangspunkturinn kannski hann að því hann komið svo við hann til dæmis í sumar að fara að lýsa fullt af leikjum í heimsmeistarakeppninni sem í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og hann hefur bara nóg að gera svo á hann 5 börn sem öll hafa eitthvað svona fína hæfileika eitt sonur hans atvinnumaður í fótbolta og sá næst yngsti, svo yngsti líka mjög góður fótbolta og þetta svo hann einn leikari hann bara Hörður í góðum málum, hún líður vel. Höddi Magg, hann flottur lýsandi. Já, og mér finnst það gaman að hlusta á hann. Já, líka gott að spjalla við það Og pappans var leikarinn góðkunni. Magnús Ólason, sumargleðinni. Já, einmitt. Og hann söng lagi Prins Pólo. Alveg rétt. Já, og nú fekk ég veit því viðeigandi Kristrún Prins Pólo. Ding, já, þetta tengist allt. Sjáu þetta nú. Hann sagði við mig Jón Trausti Reynisson hjá Heimildinni í morgun, hann náðist nú ekki inn í þáttinn en hann sagði fyrir þáttinn að á meðan hefðbundnir íslenskir mainstreams fjölmiðlar fjölluðu Prins Póloið hjá Kristrúnu í gær þá fannst honum aðeins stærri frétt að vitna í Guardian að þjóðaratkvæðið væri innan seilingar bara svona smá fyndni það má leika sér líka algjörlega dró upp ekstra ég ætla ekki að lesa djúpt í þetta, mér finnst þetta bara fyndið. Nei, bara Prins Pólos alltaf selst svo vel á Íslandi. Hann veit þessa sögu hvernig við Íslendingar höfum bara graðkað þessu í okkur áratugum saman. Prins og kók, þetta var nú bara þjóðadrykkurinn í hverju sjoppu sem var þegar við vorum ungir. Bara alltaf gaman af fólki sem Já, en hann nú kannski bara ekkert rosalega góður maður þessi, þetta er svona svolítið eins og að þú veist að geta úr lóanum á einhverju svona skrimsli. En Kristrún náttúrulega í bara sinni stöðu þarna og diplomatían einhvern veginn sigrar hún ekki hitt en já, ég ætla aðeins að geyma það að ræða af hverju Jón Trausti Reynisson blaðamaður verður í þætti kvöldsins því fyrst ætla þú María Lilja að segja okkur frá samtali sem þú tekur við 2 öfluga konur. Já, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Líf Magnúsdóttir, þær komu og ræddu við með Vinstrið nýja samstarfið áherslunar í borginni og ég svona aðeins að pota í þær með svona næstu skref og hvort að Guðmundur Ingi Þóroddsson sé kannski á leiðinni í vor til Vinstri. Fáið svör við þeirri spurningu í þættinum? Það svolítið loðinn en en við getum kannski lesið í loðnasvar. Ég vil minna að það sé hægt að lesa einmitt þarna í einhvern tón. Það er allavega ekki lóku fyrir það skotið. En við ræðum um húsnæðismálin og fyrir svolítið svona djúpt í það einmitt að ræða stöður fólks á
á leigumarkaði, jaðarhópa og annað. Þannig að það var bara mjög skemmtilegt og gott spjall við Sanna þær. hefur alltaf verið trú þessu fólki. Já, hún hefur alltaf verið það og þær voru bara svolítið svona power duo. Já. Það var gaman að spila þær. Svo sagt staða vinstriðsins í upptakti sveitarstjórnarkosninga. Já. Svo, vor til vinstri Já. fær 4. og 5. sætið. Já, fyrsta, 4. og 5. Já. Og ég bara veita að þessi 2 sæti að þau fá færri en vilja. Já. Að mikið þrýstingur á að komast þarna inn. Það verður mál að stilla upp. Já. En það býður sönnu bara. Já. En vitið þið hvaða fjölmiðill skúpaði heiti þessa sameinaða stjórnmálaafls, vinstrið? Var það samstöðin? Það var samstöðin. Já. Sko. Síðustu viku. Við erum með stundum bara nokkuð skúp á dag. Já, það er bara þannig. Það var eitt sem sagði við mig, það er synd að þið eru ekki með eitt stöðugildi, mann sem gerir ekkert annað en að skrifa fréttir upp úr öllu því áhugaverða og fréttnama sem kemur fram í þáttunum frá ykkur. Þetta er alveg rétt. Þetta er alveg rétt. En við höfum ekki tíma til þess. Ég gerði þetta hérna. Við höfum ekki mannabliða. Nei, þegar ég var með Sprengisand, þá reyndi ég alltaf að vinna svona fréttir. Já. Og enda gerði það þættir maður ótrúlegt gagg, sko. Svo geysi mikil hlustun á hann. En það var einmitt þetta, ég var að kynna þetta kannski fram á 3. dag, sko. Sem er komið í þættinum, sko. Já. Það var svo mikið guðskjöf að vera hérna með morgun, eða sérst hádegisfréttirnar á Bylgjunni á sunnudögum þegar Sigurjón var með Sprengisandinn af því að það var aldrei neitt að gera nema hjá Sigurjóni, þannig að það var svona maður hringdi niður, sko. Stundum tók ég hárblósaran maður á það djöfuleg þykist ekki það sem ég ger ekki, sko, þegar var að taka viðtöl við fólki sem kom út frá mér það sem ég hafði verið að spyrja, sko. Ég var alveg það var farið þarna Suppuskapur. Stundum var ég reiður maður. Það krútlega það sem ég lendi í, það var þegar Fréttablaðið sagði mér það, þegar ég gaf út Litla Akureyri vikublað fyrir norðan, sem er eitthvað harðsnúnasta héraðsfréttablað sem hefur komið út. Bara rannsóknarblaðamennska og alltaf grjótörð skúp meir og minna hneyksli alltaf á forsíðunni. Það var starfsmaður Fréttablaðið sem sagði við mig að blaðið færi aldrei í prentun, öðru sem það væri haka við það eitt kvöldið sem að PDF-útgáfan kom á vefinn að það er því skrútinir að Litla Akureyri vikublað áður en þeir ákveðu hvað er því í blaðinu þegar þeir voru að loka blaðinu það var eins og sko, þegar ég var eins og tíma ég var fréttastjóri á síðustu áhöfn Alþýðublaðsins. Össuvari stjóri, ég var fréttastjóri og svo var það Þóra Kristín og Kolbrún Ingibers. Nei, Kolbrún Bergþórsdóttir. Stórskuta lið. Og það var sættilega hópur og Ámi heitinn, hann var ég þekki Áma. Ekki alltaf í lagi. Og svo var það þannig að ég er með eitthvað skúp í Alþýðublaðinu og svo morgunni kemur blaðið út með skúpinu á forsíðunni. Svo hádegi maður kemur DFF maður, þá Reynir Traustason búin að stela fréttinni minni. Vitið hvað ég gerði? Ég hringdi í Landssímann, skeytin, sko, og sendi honum skeyti til hamingju með skúpið Reynir Traustason. Kær kveðja frá Alþýðublaðinu. Snilldarlegt viðbragð. Ég var búin að gleyma þessu, en hann myndi máttinu sinni að ég hefði sendt sér skeyti Þetta er mjög raffinerað viðbragð. Já, mér finnst þetta flott. Ég hætti að senda svona skeyti ennþá. Já, það er góð spurning. Já, þetta var skemmtilegt. Ég fekk mjög mörg skeyti þegar ég fermdist. Þetta var heillóska skeyti. Já, heillóska skeyti. Þetta er gott. En hann stál ekki fleiri fréttur frá mér. Nei, þetta er svona, sko. En talandi blaðamenn, það eru ekkert nema blaðamenn eða fyrrverandi blaðamenn í reynsluboltunum. Og við ætlum að hefja það dagskrána á þeim. Þið vitið það nú að þessi þættir, maður veit aldrei hvernig þeir þróast, hvort þeir takast vel eða mjög vel eða hvernig dýnamíkin verður manna á meðal. En
ansi góðu þáttur sem við viljum að hefja leika á og 3 sem sagt blaðamenn fyrrverandi eða núverandi. Jón Trausti Reynisson fyrrnefndur á heimildinni. Svo hún Helga Vala Helgadóttir sem sannarlega fyrrverandi blaðamaður og dagskrárgerðarkona, þótt hún sé líka leikona og lögmaður Við vorum saman þegar ég var ritstjórn fréttatímanutinu Mannlífi, þá réði ég Helgu Völu, við vorum saman að gramsa og skúpa og helling voru gerast hjá okkur. Já. Og svo kom Hjördís dóttir mín líka, þannig að það var alveg frábær ritstjórn. Já, Helga var alveg náttúrulega kjarnorkubúnt, sko. Já. Og svo Jón, hann Páll Valsson, rithöfundur, hann var einu sinni blaðamaður á Þjóðviljanum. Og hann með svipaðan feril og ég í blaðamenn, sko, hann byrjaði sem prófarkalesari og vann sig svo upp úr prófarkalestrinum. En við ræðum aðalega 2 mál og bæði mjög eldfim. Það langur kafli mál Þóru Tómasdóttur, efnistök Ríkisútvarpsins. Og eiginlega eina bara til þessa finnst mér gagnlega hóp umræðan, til dæmis lagalegur vinkill Helgu Völu í því máli, bara mjög áhugaverður. Og bara fyrsta gagnlega hóp umræðan þessi efnistök. Og ég ætla ekki að segja neitt meir það, bara þátturinn talar fyrir sig sjálfur. Síðan, annað sem tölverð umræðum, það lífið í Rússlandi. Já. Það lífið í Rússlandi. Páll Valsson nýbúinn að lesa bók, ég held að sé ekki ennþá komin út á íslensku, eftir magnaða mannesku frá Norðurlöndunum sem hefur hætt sér út í margt að þessu viðkomasta til þess að fjallum. Og ástandið í Rússlandi svo rosalegt. Það svo mikið harðræði, einræði og ógeð þannig að við vitum sennilega minnst af því svona frá degi til dags. Og ég held við höfum svolítið kosið að loka augunum fyrir því af því það truflar bara. Við höfum bara verið Úkraínum megin og svona flest okkar. Það heitir svo loka, sko. Já. En sko, jú. En allavega okkur svona á Vesturlöndunum. Við kannski fáum líka svolítið svona falska mynd. En mér bara setti hljóðan þegar Páll var að greina frá efnið þessara bókar stöðuna þar og allt tengist þetta okkur með einhverjum hætti, beint eða óbeint, bæði náttúrulega ábyrgðarlega, mannúðarlega, þú varst að ræða fjárveitingar áðan og svo framvegis, öryggis- og varnarstefnu og hvernig við stansum. Það rétt að mér held ég að sko þeir voru að hækka vexti Rússar á almenning í landinu og vöruverð held ég bara líka að þeir eru búin að herða alveg ótrúlega að ég las þetta einhvers þar, ég man ekki hvar. Það ekkert, já. Ég var búin að herða sko sultarólarnar hjá fólki. Já, og það ekkert til lengur sem heitir skoðanafrelsiðar. Nei, svo það náttúrulega hryllingur. Bara ef þú ætlar að leyfa þér að hafa einhverja skoðun, fólk að hverfa, sko. Það Stalin-tíminn. Hann þarna, bara frá degi til dags. En þannig að spennandi reynsluboltar og spennandi þáttur, margt áhugavert augljóslega á leiðinni og þetta síðasta rauðaborðið hjá okkur í þessari viku, svo morgun förum við í vikuskamt í beinni, þú ætlar að vera með 4 grjótherra viðmælendur. Herðu, já, ég og strákarnir, ég með 4 skemmtilega karla við borðið, það Óli Dóri Plötusnúður og Atamna maður, Davíð Róts fjölmiðlamaður, Þorsteinn Vaff Einarsson, karlmaður og kynjafræðingur og Bragi Páll, rithöfundur, koma klukkan 4 morgun og fara við fréttið Þetta bannað inn 16 þá. Já, ég hugsa það. Já, það kannski ágætt að svona smetla einhverju svona höskuldar viðvörun á. Svo Helgi Spjall í smíðum. Já, þú veit það. Ég ætla að sjá það. Ég ætla að geyma það í dag að þangað til ég er búin að taka það. Bara af því að maður vill vera viss. Já. Og svo ég ætla að standa einn vaktina í sonum Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í það. Ætlar að standa einn vaktina á sundaginn? Já, við erum búin að tala það bara. Þannig að sonur Egils ekki sinnir. Já, ég í fleirtölum maður. Já, nákvæmlega. Þú ert margir menn. 100 kíló maður. Nei, nei. Ég byrjaður að ræða inn, sko. Já. Þar á meðal vann ekki nafni maður. Nei, hver mann þessi nöfn? Theodóra S. Þorsteinsdóttir. Strákurinn sem var Unnar Þór Sæmundsson og Vilhjálmur Árnason. Er
Vilhjálmur er búin að segja, veitu hvað? Já, ég er að lesa hérna Vettvang dagsins. Unnar Þór Sæmundsson. Já, það er hérna... Já, Pírati. Já, sem í lagfræði. Sá sem að sagði barnaverndari völdum stríð á hendur með grein sinni. Já, akkurat. Og svo, endar það vel, sko. Já. Það er ekkit, sumir eru svo leiðinleira svar ekki til þetta. Já, þetta... Svo að segja bara það bara nei. Þetta er hvatning til þeirra. Þetta er endalaus lífsháski, þessar bókanir, og svo stundum er búið að bóka og við komandi kemur ekki. En þetta er gaman. Sko, við fáum mikið hól fyrir það sem við erum að gera. Og svo eru þetta eins og ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Þeir bara kom ekki hérna. Nema bara frá fólksins að Inga hefur komið hérna og jú, einhvern tímann kom eitthvað en alveg vonlaust að líta niður á okkur. Nei, veistu, ég er ósammálaður. Nú ætlum ég bara að vera ósammálaður. Já, það er alltaf. Það hefur aldrei komið fyrir að ráðherra sem ég hef ekki beðið að koma hérna þátt, hann hafi ekki komið. Þú ert betur liðin heldur við. Það tekur náttúrulega bara langa tíma. Maður verður bara að átta sig á að dagskrá ráðherra er sturgluð. Alla 7 daga vikunar. Já. Sko, hún Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hún sagði í þættin fyrir viku og þið eru svo erfiðir bræðurnir, sko. Já, sem spyrlar. Já, sko, þetta kunna vera einhver leyti Stefáns Einars áhrifin, eins og ég kalla þau, að sumir segjast ekki vilja fara til hans út af því hvernig hann spyr og svona. Og ef það eru heiðarlega spurningar þá er það náttúrulega mjög vont og slæmt fyrir lýðræðið. En svo getur líka bara fólk ákveðið að einhver spyrill fær í taugarnar á því og fær ekki. En það skiptir náttúrulega máli hvaða stöðu þú gegnir. Ef þú ert kosin af fólkinu og opinber fulltrúi, þá berðir þetta að fara í sem flest viðtöl við alla fjölmiðla og ræða af alla, ekki satt. Já, sko, svo er að sjá þá í einhverjum podcastum. Já. Það sem farið silki höndum og hönskum. Já. Nei, ég hlusta ekkert á það, ég bara sé að þetta er og ég hlusta fyrir eitthvað samstöðuna heldur en einhver podcast og Það ættu allir að gera. Þetta er ekki, sko, við höfum ekki nei frá mörgum, sko. Það er svar ekki, sko. Já, svar ekki. Já, það er nefnilega svolítið snúið vegna þess að, og þá kannski veistu ekki hvort þér hafi fengið boðin. Nei. En þegar við fáum nei og sérstaklega þeir borið við einhverjum afbrigðilegum sökum að okkur finnst sem blaðamenn, þá finnst mér að við höfum bara að segja frá því. Já. Ég er eiginlega búin að vera því. Já, ég segi það. Þú bara er betur liðin í mannheimum en ég. Já. Eða ég er bara ekki, ég er duglegur og þú að reyna að fá ráðherra í viðtal. Nei, þáttur eins og við erum með þarna sýnir eigis, þetta er bara Já, þetta er svona svipu uppbygging og var hjá mig þegar ég var með Sprengisann. Þetta er bara mjög gott að fá ráðherra í samtal. Það er ekkert verið mikið að fara að berja fólk. En mér finnst þið aldrei ósanngjarnir spyrlar, bara svo ég segi það. Nei, það er alltaf, það er kósí hérna við rauðaborðið. Þeim kannski kann að þykja það akkur miða við hina, miða við þægilegu podcastin, þar sem allir eru meira og minna fullir í vinnunni. Við vorum að tala það við Árni Guðmundsson í gær forráðnafulltrúi. Það er nú alveg voða kósí þegar bæði ráðherrann og rauðvínsborðið. Ég stakk hérna einhvern tímann upp á rauðvínsborðinu og svo er ég bara, vinn ég hérna með eintópum þurrabittum, þannig að ég verð bara... Við fyrir kannski bara að heita ráðherrann og rauðvínsflösku og rauðvínsglasi bara til þess að fá það. Já, þeir eru ekki hættir þarna á sín, ég veit það ekki. Drikkið þætti. Ég veit það ekki. Nei, það er podcastunum. Það er eitthvað áfengispons greinlega. Það er að gefa vel. Þættir sín voru sérstaklega til umræðu á læknadögum daginn vegna þessara menningar, sko. Það er alveg slattið af fólki hérna sem botnar ekkert í því af hverju fólki í vinnunni. Það er vinna að vera blaðamaður, sko. Það er vinna að spyrja og undirbúa viðtöl og fylgjast vel með svörunum og spyrja hvast og hérna vel. Maður getur ekki fengið sér í glas á þér, maður gerir það. Er það nú? Myndirðu keyra bíl? Þegar ég var ritstjóri á Tímaritinu Mannlíf, þá var einn sem var með mataþátt og hann er með mataþátt. Ég er náttúrulega pældi ekki því, ég fæ bara mataþáttinn og bara í umbroti bara og þar hérna er mælt með einhverju víni og ég fæ bara kæru. Það endaði með því að ég var dæmdur samkvæmt refsilögum í skilorðsbundið dóm fyrir það að var sagt að eitthvað rauðvín væri í sósu.
Ég hef búin að tala undan félagi þinn, Árna Guðmundsson. Ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Já, það hefur ýmislegt breyst. Þetta var hans, Já, látt hann hafa. En þó lögin hafi nú ekki breyst, þá hefur samt svona stemningin í samfélaginu og svona ábyrgðartilfinning yfirvalda gagnvart óbeinum áfengisauglýsingum breyst. Þegar ég var hér á Löggustöð í yfirheyrsluna, þá var sendifræðbíll svona með svona liftu svona fyrir fram að mig og þar var bara á öllu raskatinn á honum sko, þá var einhver líkjösauglýsing. Og ég var að fara á Löggustöð til að svara fyrir eitthvað rauðin í sósu en keyrði eftir bíl sem var með sem auglýsti líkjör. Drambuie eitthvað slags. Drambuie, og það var allt í lagi. Þetta er djöflaegjan. Þetta er djöflaegjan okkar í sinni tærustu mynd. En það búið Við rísum upp ef þeir hækka vextina. Já, en það búið að vera svo gaman hjá okkur að þetta hafi dreifst úr hömlu, þessi kynning, hún er orðin allt og löng, en kannski var hún bara ekkert og löng, kannski er þetta allt í lagi. Ég vona að þið séu enn þarna við tækin og við ætluðum víst að bera á borð réttina sem eru á matseðli Rauða borðsins. Og kæri þakkir fyrir komuna, María Lilja og Sigurjón Magnús og gangi þér vel með þáttinn ekki síst á sunnudaginn. Þú rúlar þessu einsamall. En við förum að telja í, bara minna ykkur á stuðning við samstöðuna sem þið getið sýnt í verki með ítar hnapp sem er merktur áskrift á vefslóðinu samstöðin.is og að gera að vera duglega að deila okkar efni og láta vel vita af því að við séum í loftinu. Það er ennþá ekki allir Íslendingar sem vita það, en þeir verða fleiri og fleiri frá deildags. Þátturinn hefst eftir andartak, fyrst örfáar auglýsingar. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorstjörnunnar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.